Forseti Íslands, fyrrverandi forseti Íslands og forsætisráðherra, aðrir ráðstefnugestir. Það ætíð rangt allstaðar og fyrir hvern mann að trúa einhverju á ófullnægjandi forsendum, sagði breski stærðfræðingurinn William Clifford í grein sem birtist árið 1877. Hann skildi þessa kenningu sína þannig að við bærum siðferðilega ábyrgð á eigin skoðunum og rökstuddi þessa niðurstöðu sína með hliðsjón af því að við bærum ábyrgð á því hvert og eitt að ganga úr skugga það að fullnægjandi rök væru fyrir hverri skoðun. Þetta alveg gríðarlega ströng krafa. Ef við reynum að fullnægja henni, þá þurfum við að huga að hverri einustu skoðun sem við myndum okkur. Og þetta gengur ekki þó ekki væri nema af öðrum sökum en þeim að við getum ekki tilgreint hverja einustu skoðun sem við höfum myndað okkur með einhlítum hætti. Það þýðir þó ekki að við þurfum að hafna kenningunni ábyrgð á eigin skoðunum því að við getum borið ábyrgð á sumum skoðunum en ekki öðrum. Spurningin á hvaða skoðunum getum við þá borið ábyrgð og það rétt að greina held ég á milli einfaldra og flókinna skoðana. Einfaldar skoðanir eru þær sem byggjast á beinum upplýsingum skilningarvitana til dæmis að það snjói. Flóknari eru skoðanir á borðið að mér ber að gæta þess að skaða ekki aðra í því sem ég segi eða geri. Rökstuðningurinn fyrir fyrri skoðuninni einfaldlega að benda á að það snjói úti en við síðari skoðunina engan jafn einfaldan rökstuðning að finna en hann gæti verið að við hafi allir svipaða reglu þá gangi vel að lifa saman. Hinnar flóknari skoðanir virðast vera þannig að þær tengjast mörgum öðrum og þurfa að koma heim og saman við þær ef við viljum reyna að vera skynsemisverur. Til viðbótar þessu benti Clifford á að sumar skoðanir okkar styðjast við orð annarra en ekki okkar eigin viðleitni til að ganga úr skuggum að þær séu sannar. Það merkir að við erum í mörgum, kannski flestum atriðum, háð öðrum þekkingu og vandaðar skoðanir á flestum hlutum. Fæst höfum við aflað okkur þekkingar á mörgum sviðum, enda tekur raunveruleg þekkingaröflun tíma, umhugsun, fyrirhöfn, færni og lærdóm. Clifford talar manneskjur yfirleitt og ábyrgð þeirra. En hvað með borgarana? Að vera borgari í raun pólitísk staða í stjórnkerfi ríkis hvers eðlis sem það annars Í okkar tilviki stjórnkerfið lýðræðislegt. Borgari í lýðræðiskerfi gegnir miklu hlutverki. Allt pólitískt vald byggist á vilja borgaranna sem þeir láta í ljósi með ýmsum hætti í kosningum, á stjórnmálafundum, með skrifum í blöð og í samfélagsmiðla svo að dæmi séu nefnd. Lýðræði gerir þá kröfu til borgaranna að þeir taki þátt. Ef enginn þeirra tekur til dæmis þátt í kosningum, fellur kerfið sjálft sig og þá verður að taka upp annað stjórnkerfi. En til þess að borgarinn geti tekið þátt af skynsemi í lýðræðislegu stjórnkerfi, þarf hann að vera færum að mynda sér skoðanir á fjölmörgum hlutum og taka afstöðu til þess hvort stuðli að almannaheill eða ekki. Þær skoðanir sem hann þarf að mynda sér eru ekki einfaldar og stjórnast af upplýsingum frá skilningarvitunum, heldur skoðanir sem þarf að hugsa og ígrunda. Athuga hverjar forsendur liggja til þeirra, hvernig þær tengjast einhverjum meginreglum sem við viljum hafa í heiðri, hvaða afleiðingar tiltekin ákvörðun hefði. Ábyrgð borgarans flóknari en mannfólksins almennt, eins og Clifford lýsir henni, vegna þess að hann þarf að skoða almannaheillina og þar með hagsmuni allra. Það ákvarðanir sem við tökum sameiginlega, annaðhvort í beinum atkvæðagreiðslum eða gegnum kjörna fulltrúa, gilda fyrir alla. Það því eðlileg krafa til þeirra að þær séu hugsaðar út frá hagsmunum allra, en ekki einvörðungu út frá hagsmunum þröngra en valdamikilla hagsmunahópa eða meirihlutans. Þetta verður borgarinn að glíma við. Hann verður að geta metið þær ákvarðanir sem teknar og tekið þátt af skynsamlegu viti.
En það eins með borgarann og manneskjurnar almennt, hann verður að geta treyst orðum annara þegar hann aflar sér upplýsinga til að móta skoðanir sínar. Í raun getur hann ekki leyst hlutverk sitt vel af hendi nema lýðræðið byggi upp öflugt kerfi stofnana sem aðstoðan við að móta skynsamlegar skoðanir. Mikilvægur slíkra stofnana almennur skóli, enda skólaskylda í öllum þróuðum lýðræðisríkjum. En það þarf líka góða háskóla, rannsóknarstofnanir, vandaða fjölmiðla, stofnanir sem safna upplýsingum samfélagið og öfluga stjórnmálaflokka. Enn fremur þarf að vera fyrir hendi pólitísk menning, þar sem hinir pólitísku fulltrúar ræða saman á þeirri forsendu að þeir taki sjálfa sig alvarlega, segi ekki eitt í dag og annað á morgun, eitt í stjórn og annað í stjórnarandstöðu. Í lýðræði eigum við að búast við því að ágreiningur sé regla en ekki undantekning. Það einu sinni staðreynd að við erum ólík, horfum á hlutina frá ólíkum sjónarhólum, aðhyllumst ólíkar skoðanir og gildi. Lýðræðið á ekki í neinum erfiðleikum með alls konar ágreining. En í nútímanum hefur þróast sú hneigð að gera ágreining ekki bara gildi og verðmæti, heldur einnig staðreyndir. Sú tegund af ágreiningi hefur magnast vegna þess að efasemdirnar ná líka til aðferðana við að afla upplýsingana sem tryggja eiga staðreyndirnar. Til viðbótar þessu koma svo samfélagsmiðlarnir þar sem lygar berast með leiftur hraði ekki síður en sannleikurinn. Nýlegt dæmi fleiri þúsund tíst til að draga í efa gagnsemi bólusetningar á börnum. Og lygar af þessu tagi geta verið skaðlegar vegna þess að nægilega margir trúa þeim. Róttækur ágreiningur staðreyndir í lýðræði getur reynst borgaranum og lýðræðinu sjálfu hættulegur einmitt vegna þess að ágreiningur eðlilegur í lýðræðinu. En leið þarf að taka skynsamlegar ákvarðanir ótal marga hluti fyrir alla. Þá þurfa staðreyndirnar að vera skýrar, sé einhvernum slíkum til að dreifa. Það einmitt vegna þess að ágreiningur eðlilegur í lýðræði að þær stofnanir sem aðstoða borgarann við að mynda skynsamlega skoðanir verða að taka hlutverk sitt alvarlega. Það rétt í lokin að taka fram að ég geri mér grein fyrir að sú mynd sem hér dregin upp að borgaranum mynd af því sem ætti að vera frekar en af því sem Allir sem eitthvað þekkja til íslenskra stjórnmála vita að borgararnir eru yfirleitt ekki sjálfstæðir einstaklingar óháðu stjórnmálaflokkunum. Íslensk stjórnmálabarátta fyrir kosningar til dæmis líkist í stundum að reka fé í réttir frekar en samræðu á milli skynsams fólks. Og skoðanir borgaranna eru settar fram í upphrópunum sem eru álíka þrungnar merkingur og að hrópa áfram KR eða KA. Þótt þessi lýsing kunni að fela í sig sannleikskjarna þá breytir það engu það sem ég hef reynt að halda fram. Það bendir einungis á að það þurfi að breyta ýmsu í íslenskri stjórnmálamenningu. Takk fyrir.